það sem að sér erlendis, til dæmis það sem ég býr núna í Palo Alto, að þar endalaust af fjárfestingu að koma allstaðar áður heiminum. Það er bara mekka fjárfestingar, það miðjan að Silicon-dalnum. Og svo hugsaum við til Íslands og maður sér það ekki erlend fjárfesting að koma til Íslands. Útlendingar eru ekki að horfa á Ísland sem vænlegan kost til að setja sinn pening bara vegna þess að þeir eru gráðugir. Og það er svolítið ekki, það er einhver, en tölfræðilega er hún mun minni en í flestum löndum svo eins og við, í flestum borgum eins og Reykjavík. Og ég held að þessi gífurlega tækifæri fyrir Ísland bara að grípa það sem er að gerast í umheiminum. Það sem að, gervigreindir er að verða til. Það sem að, bara fyrirtæki sem þekkingafyrirtæki eru að búa til mest verðmæti í öllum heiminum, búa til hæstlaunuðu störfin. Og það sem mér finnst svolítið eftir hrun, það var ekki búin til en industrial stefna sem snýrist hálaunastörf. En samt, við höfum lagt mikla áherslu á að styðja við hugverkaiðnað og hugverkaiðnaðurinn hefur vaxið gríðarlega. Og hann hefur vaxið alveg klárlega. Við erum búin að sjá hugverkaiðnaðinn verða stærri stoð heldur en íslenskan sjávarútveg og stefnir, mér sagt að hann geti orðið 2030 bara stærsta stoðin í útflutningstekjum Íslands sem er náttúrulega rosalegt að verða einhvern veginn úr engu. Sem er bara eina sem viti. Ég meina, hugsaðu þér bara hvað, af hverju til dæmis Silicon-dalurinn svona ríkur. Það er bara út af því að þetta voru bara einhverja borgir og þeir bara fóru all in í hugverkaðinn. Þetta getur búið til rosaleg verðmæti. En staðan er svo í Íslandi að íslensk fyrirtæki fá minni fjárfestingu erlendis frá og ef þau fá fjárfestingu erlendis frá, þá sér maður það svolítið að þau eru að útskýra sína stöð á Íslandi sem ég er kannski með einhverja starfsmenn, ég er kannski með einhverja starfsemi, en tekjunur eru erlendar. Starfsemin er erlendis. Og það er ekki það sem maður sér í jafnvel bara litlum löndum í Evrópu. Að maður sér það að það eru fjárfestar að koma, fjárfesta í fyrirtækjum sem er að gera, kannski ekki bara einhver sjoppa, en gera lokal hluti. Og þannig ég held að fyrir íslenskan efnahag það þarf að dýpka efnahaginn. Við þurfum að hugsa hvernig búum við til hálaunastörf allan daginn og hvernig búum við til það umhverfi sem er þannig að þú ert að fara fjárfesta fundi eða fund með fyrirtæki erlendis og bara þú getur sannfært fyrirtækið það að það er gagnlegt að koma til Íslands. Og sem svo sala gengur eða ekki, bara Ísland er target sem er viable. Ef þú ert með eitthvað business, einhverja nýsköpun og býða eitthvað nýtt til á Íslandi og þú vilt fara að fá alþjóðlega fjárfesta að borðinu, að þá er það náttúrulega á þeim tímapunkti þegar þú ætlar að fara global með fyrirtækið. Þú ætlar að gera það alþjóðlegt. Öðruvísi þyrftir ekki á þessum alþjóðlegu fjárfestum að halda í raun og veru. Þannig að leið þú ætlar að fara að gera íslenska fyrirtækið að alþjóðlegu fyrirtæki og vilt laða alþjóðlega fjárfesta, þá er náttúrulega í hlutarnins eðli þá er þetta fyrirtæki að fara að gera upp hvort þið er í einhverjum öðrum gjaldmiðlum heldur krónu. Þannig að hver er hindrunin? Ég átta mikið alveg á því. Ég meina, það er bara nokkur hlutir. Hindrunin er það að við sjáum það bara tölfræðilega að íslensk fyrirtæki er að fá minni fjárfestingu fyrir sömu tegundir af verkefnum og erlend fyrirtæki. En við sjáum bara til dæmis eins og CCP. Hann var hérna hjá mér í gær, Hilmar Veigar Pétursson. Og hann talaði að hann alltaf búin að ná í fjárfesta fyrir ég man ekki hvað 100 milljarða eitthvað svakalegi peningar sem hann hefur laðað og það hefur aldrei verið issue einhvern veginn að fyrirtæki sé með aðal starfstöð sína hérna á Íslandi og einhverja 300 starfsmenn sem er borgað í krónum gengis áhættan er ekki þannig að þetta sé eitthvað issue þegar hann er að laða að stóra fjárfesta að CCP, að áður CCP núna Fenris. Skilur hvað við? Ég held að það er alveg rétt þegar kemur að það er pointið, þú getur sannfært erlenda fjárfest það að það er kannski einhver gengisátta í laununum en það skiptir ekki það miklu máli og það er ekki stórt og leigu og eitthvað svoleiðis en kjarnin er sá að ég held að ástæðan fyrir þessi fyrirtæki sem eru erlendis sem er að gera sömu hlut og íslensk fyrirtæki fái meiri fjárfestingu er bara vegna þess að í þeirra umhverfi eru fjárfestar sem eru bara Meira vatn? Sem eru bara innan þeirra ef þú ert í Kaliforníu þá bara hittur fjárfestar sem er að gefa þeim meiri pening
ef þú ert á Íslandi þá verður svolítið að byrja á íslensku fjárfestunum og svo fara út þar. Ég held að það skipti máli að Ísland sé bara innan fjárfestingastefnu þessa erlendu fjárfesta sem Evrópusambandsins er. Þú veist, þessar erlendu fjárfestar eru þannig að þeir, þú veist, til með bara Sequoia eða eitthvað svoleiðis, þeir eru bara með stefnu. Þeir segja bara, við fjárfestum í Bandaríkjunum, við fjárfestum í Evrópusambandinu, við fjárfestum í Bretlandi, við fjárfestum í Singapore, í, þú veist, Dubai, í einhverjum nokkur möðurstöðum, Ísrael, eiginlega alltaf. Og það gerir hluti miklu einfaldara. Það bara gerir það að verkum að, þú veist, partnerinir eru hvort sem er að hugsa þennan markað miklu fyrr, þannig að þú kynnist þeim. Þú veist, þú getur tekið, ég bjóðlega vefsíðu, hagvöxtur.is, sem segir bara hvenar nákvæmlega þú vilt byrja, bara skoða frá hvaða tímabili, hagvöxtur á Íslandi, Evrópu og Ameríku, bara heimurinn í kringum okkur sem við björum okkur saman við. Og Íslandi er undir, Íslandi er virkilega mikið undir. Þannig að með síðustu 10 ár hefur verið 3,4% hagvöxtur, eða þess að bara aukning á verkleg landsframleiðslu á mann á Íslandi, sem er eiginlega ekki neitt. Og meðan í Evrópu er það búið að vera 12%. Bandaríkjunum er það bara 18%. Þannig að sko, við erum að tala, það er bara að tala rosalega mikið Draghi-skýrsluna. Þú veist að Draghi-skýrslan segir það að Evrópa sé í bara, nignu og okkur svo leiðis. Hún er það. En það sem Draghi-skýrslan er að horfa á er nákvæmlega þetta. Hún er að horfa á að Ameríka óx 18% síðustu 10 ár, Evrópa óx bara 12%. Þeir eru að horfa á það að þeir eru eftir Ameríku. Og svo einhvern veginn tökum við leksíuna úr því sem er bara, þú veist, við tökum leksíuna, heyrðu, þá eru við líklega bara eins og Ameríka og Evrópa er að standa sér illa. En við erum að standa verri en Ameríka. Ég hef ekki forsöndu til þess að meta þær fulleringar sem þú setur hér fram, auðvitað, af því að ég er ekki með, en þú veist, Íslandi hefur samt gengið betur heldur en Evrópu að mörgu leyti. Og þú veist, þessi Draghi-skýrsla leiði það í ljós. Draghi-skýrslan segir svolítið ekkert Ísland. Nei. Það ber svolítið saman Ameríku og Evrópu. Já. Og ég held að það sé svolítið mistökin. Við höldum að við séum eins og Ameríka. Ameríka óx miklu hraðar en við. Þetta er sem sagt, það er svona, þú veist, fyrir utan bara, þetta kemur frá Hagstofunni og Eurostat. Það voru 3 skýrslur sem að tala þetta alveg sérstaklega. Það var atvinnustefna ríkisstjórnarinnar sem að gefa núna út einhvern veginn í vor eða haust eða eitthvað svoleiðis. Svo var sem er fínt plagg. Já, en bara á fyrstu síðunni stendur. Það var engin hagvöxtur síðan 2018. Og svo er einhver önnur skýrsla tölfræðinefnd sem segir það nákvæmlega sama. Þetta er þannig að við einhvern veginn höfum verið að tala um það að Ísland sé svo rosaleg bara, þú veist, að Ísland sé að vaksa miklu hraðar en umheimurinn, en það er ekki rétt. En einmitt atvinnustefnan til dæmis, sem að er bara, þú veist, gott plan í raun og veru sem að það er lagt upp. Það er ekki verið að tala um að gangi inn í Evrópusambandið. Og við, veist, með því einmitt að, sko, ef við værum ekki að eyða orkun okkar í Evrópusambandið núna og þessi stjórnvöld væru til dæmis að bara fylgja þessari atvinnustefnu og alls konar nýsköpunar áætlunum sem hafa verið gerðar núna á undanförnum árum. Veist, þá, vegna þess að, sko, og glemdi því ekki, Egill, að það er ekki meiri hluti fyrir inngöngu í Evrópusambandið á Íslandi. Það er að segja, á Alþingi er ekki meiri hluti þingmanna fyrir þessu. Atvinnulífið er á móti þessu. Atvinnulífið var með þessu 2009-2013. Atvinnulífið er á móti þessu núna. Samtök iðnaðarins er á móti þessu. Verkalýðshreyfingin er á móti þessu. Almenningur er 50-50 núna í spurningunni viltu segja já til að sjá eða þú veist, en ef þú er að spurja viltu gangi í Evrópusambandið þá væru þau 100% eða þá væri mjög líklegt að það væri eitthvað á bilinu sko 75-80% nei. Veist. Þannig að það er ekki meiri hluti fyrir þessu sem þýðir að fara í hennar leiðangur sem að mun kosta óheyrðan tíma, resursa, fjármagn og afl stjórnkerfisins á næstu 3 árum að minnstakosti sem síðan mun kannski skila samningi sem að þessi neikvæða þjóð gagnvart Evrópusambandinu muni aldrei fallast á sem þýðir að þá erum við eyða öllum þessum tíma í staðin fyrir að einhenda okkur einmitt í atvinnustefnuna, í nýsköpun, strömlínulega betur hið opinbera, koma, glemdi því ekki líka, þess að ég sagði hann, verðbólga er vandamál og það er eina vandamál á Íslandi. Hvernig ætlust við til þess að vera ekki með verðbólgu þegar við erum með hið opinbera sem er leiðandi í launaþróun fyrir að fyrsta og það er þannig, ég held ég að séð einhvers staðar daginn að á síðast ári þá voru 9 af hverjum 10 ráðningum á Íslandi til hins opinbera. Já,
1 ráðinn til einkageirans, 9 til hins opinbera. Þarna er það að tala nákvæmlega sem ég er að tala Og þetta er bara... ef, efnahagurinn er ekki að vaksa hvar eru það ráðningarnar? Það þurfum ekki endalega að vera á ríkinu, ríki þarf ekki að ráða, en það þýðir bara það að einkageirinn er ekki að búa til einkageirinn er ekki að búa til nýstörf, bara það varst að segja. Já, en líka, þegar opinbera er að soga þau til sín. Ég meina, já, en sko... Þetta er bara stefnubreiting. Við þurfum bara stefnubreiting. En heldur að einkageirinn myndi ekki bara ráða ef það væri hagvöxtur? Jú, ef það væri... Bara grundvallar vandamálið í landinu það er ekki hagvöxtur. Og ég skil ekki alveg hvernig það fór fram hjá fólki vegna þess að búið að segja það aftur og aftur í skýrslum. Það var það sem atvinnustefnan bara stendur það sem snýst að á fyrstu síðunni stendur bara það er ekki búið að neitt hagvöxtur á mann síðan 2008. Eini hagvöxturinn er það er búið að hagvöxtur en það er búið að hagvöxtur sem er sami og fólksfjölgunin. Sem því það á mann er það búið að vera bara það sama. Og það er líka þegar við erum að flytja bara inn, fólksfjölgunin er bara láglauna starfsfólk, það er bara, þannig að það er ekki... Þannig að bara hugsa þér hvað er búið að gerast í íslensku efnahag síðustu 10 ár. Hvernig stendur þetta undir því að vera ríkasta land í heimi að búa til láglaunastörf? Hvar eru láglaunastörfin að koma frá? En þessu held ég að við getum alveg breytt án þess að vera í Evrópusambandinu. Við getum, eins og ég segi, hugverkjaiðnaðurinn er mest ört vaxandi stoðin í íslensku efnahagslífi. Þannig að með því að halda áfram á þeirri braut, við þurfum alltaf að laga mentakerfið við erum það þýðir ekki bara að vera útskrifa endalausar kynjafræðinga. Við þurfum að fara útskrifa einhverju úr STEM-greinunum og búa til alvöru starfsmenn. Það sem ég held að þurfa aðalega að gerast er að það eru háskólar, það eru góðir háskólar og bara allir veginn eru til staðar. Er það að séu áhugaverðari tækifærður og útskrifast á skóla. Ég meina hugsaðu hvað Pólland gerði, til dæmis. Pólland vissulega komur alltaf öðru stöðun við. En ég meina þetta var land það sem þetta var kommunistaland. Það var kommunistaland bara eins og... Einmitt. Og það er þess að... Svo komu þeir inn og sögðu bara, heyrðu, við erum bara open for business. Það tók svona tíma vissulega, það laga í stofnunum og svoleiðis. Það er þannig í dag, það er rosaleg... En nákvæmlega, þú verður að líta á hvaðan koma þeir, hvert er fyrsta skrefið, skilur ef Ísland væri að koma úr Sovjetríkjónum og gengi inn í EES við erum komið Sovjetríkjónum inn í EES, þú mútið sjá massa mun, þú gerðir það, við vorum að koma og þannig að líta til Póllands og sjá hvaðan þeir koma og fara inn í Evrópusambandið auðvitað. En þeir eru ekki með evru einsinni. En pointið þeir eru ekki með evru. Þeir eru samt ekki með krónu, þeir eru með gjaldmiðil sem er mun stærri. Já, og ef við værum stærra land, ef við værum með stórt og Svíþjóð, það sem kapitalmarkaðir eru þannig að þeir eru stöðugir. En við erum ekki stórt land. Já, en hugsaðum frambóða lánsfé. Við erum bara 350.000. Ég veit að því verður ekki breytt, sjálfsögðu. Og sjá, þessi punktur er nefnitt nákvæmlega. Þú voru að taka það, þú voru að tala um Pólland, hvað það hefur vaxið gríðalega og hvað breytingin hefur orðið rosaleg. En það er engin evra inn í þessari breytu. Nei, klárlega. Þeir eru ekki með evru, þeir eru með sína eigin mynt, sín eigin gjaldmiðil. Það sem þeir eru með, þeir eru miklu stærri hagkerfi. Þannig að þú hugsaður hver eru vandamálin í frambáði af lánsfé á Íslandi. Það er það að við bara, þeir sem á að lána peninga á Íslandi, neituð að gera það, nema það er því verðtryggt. Nema að bara það séu búin til einhver rosa kerfi. En það breytir ekki punktinum að þú veist, akkurat dæmið þetta Pólland, af því að þú ert að tala við erum inn í fjórfrelsinu, við erum inn á innri markaði Evrópusambandsins. Þannig að þetta, út frá þessum forsendum sem þú ert að tala að við þurfum að gangi í Evrópusambandið til þess að eini munurinn okkur, það er engin munur okkur á Pólandi. Þeir eru með aðgang að fjórfrelsinu, þeir eru ekki með evruna, það er bara nákvæmlega sami dýllinn. Samtidig, þú ert að benda á að Póland sé besta dæmið vaxtar undur einum vestaranna heimi og undanförnum árum. Eina sem þeir gerðu, þeir voru verið að gangi í EES. Já, ég reyndi að segja það ekki, en þeir eru líklega mjög hátt. En sérðu, það eina sem Pólland gerði, að þeir gengu inn í sama pakka og það sem heitir EES. Klálega. Það er að segja, þeir fara inn í Evrópusambandið án þess að taka upp evru. Það var virkilega gagnlegt fyrir það á gangin í EES, fyrir okkur að gangin í EES. En munurinn er sá að, þeirra þeir eru miklu stærri en við. Þannig að þeir hlutir sem valda vandræðum því breytum við ekki með því að gangi inn í Evrópusambandið. En þeir hlutir sem þú getur ekki sannfært fjárfesta
bara, þú veist, taktu áhættu á krónunni, hún við erum búin að leysa all vandamálin, þú veist, gjaldeyrishöftin eru farin, þeir bara eigi ekki við Pólland. Við erum ekki Pólland. En það samt, þú veist... Ef við fengum að taka upp pólska slottið, þá væri það líka betra. Þeir þurfa samt sem áður að útskýra fyrir sínum fjárfæstum einhvern veginn. Við erum þetta með, ég veit ekki eins og hvað það heitir. Slottið, gjaldmiðillinn í Pólandi. Þú veist, ok. Að þú veist þannig að þetta eiginlega fjall allt sjálft sig núna þegar þú fórst að tala Pólland. Nei, alls, hverju? Af því að, þú veist... Ég er að segja það, við þurfum stærri mynt. Við þurfum ekki evru til að vera Pólland. Við þurfum ekki evru til að vera Pólland. Nei, við þurfum bara að vera stærra hagkerfi.